Sæll Orri. Blessaður. Hvað segirðu, hvað má finna hérna á þessu markaði? Er þetta allt á milli himins og jarðar í rauninni? Já, eiginlega. Við sem sagt, tökum á móti öllu sem á okkur berst, húsmunum og öðru slíku, húsgögnum. Við getum sagt eiginlega allt nema fatnað og skó og svona það sem er svona úr vefnaði, eins og rúmföt og eitthvað slíkt. Það fyrir allt, Rauði krossinn sér alveg um það. En við erum með svona eiginlega bara allt annað sem að hugurinn girnist og líka bara það sem fólk sendur okkur því við fáum allt gefins. Og það er bara hvað fólk er að láta okkur fá. Hér má finna hérna ótrúlegustu muni oft á tíðum. Hvaða fólk er að koma hérna til ykkar að versla og hvað er fólk kannski sækjast í? Sko, þetta er nú svona, getum sagt svona nokkri markhópar. Annars vegar er það svona safnarar, það er fólk sem hefur svona ástríðu fyrir einhverjum ákveðnum munum. Það situr alveg þetta fylgist með Facebook síðunni og er að ná sér í einhver ákveðna antikmuni eða einhverja merkjavöru. Og það eru við svona góða kunningjar sem koma bara daglega. Svo eru það þeir sem eiga hafa kannski minna milli handana og þeir komur að leita sér að bara sinni nauðsynjavöru, rúmum eða húsgögnum í eldhús eða stofu eða eitthvað slíkt. Og svo er það bara hinn almenni borgari sem er að koma með vörur og hingað inn og tekur með sér heim eitthvað sem sér að vantar. Svo er rosa gaman að fylgjast með þeim sem sjá allt í einhverja kaffikönnu eða eitthvað slíkt sem var til heim hjá þeim og verða að eignast því. Þetta er einhverja minningar tengdar við þetta, eða útvarpstæki eða eitthvað slíkt. Hvernig koma þessi hlutir? Hvernig rata þér til ykkar? Sko, það er með þeim hætti að fólk getur komið með til okkar bara hér á opnunartíma. Mjög margir gera það. Síðan erum við með nytjagám í Kölku sem við sækjum í tæmum á hverjum degi. Og svo erum við með sendibíl. Hér gengur sendibíl allan daginn, alla daga til að ná í vörur til fólks og við keyrum líka heim. Þannig að þetta eru leiðirnar. En við fáum líka töluvert þegar við tökum stundum á okkur svona búslóðaflutninga og þá er alltaf eitthvað sem býður okkar af þeim vettvangi þar sem við fáum til okkar. Nú eins og þú segir, hér er allt nánast á milli himins og jarðar. Hafa ekki ratað hérna inn einhverjir demantar? Jú, elsku minn góða. Það hafa komið hérna inn fullt af svona merkivöru sem kannski, í fjölskyldunni starfa fólk sem er sent til okkar frá Vinnumálastofnun og frá félagsþjónustu bæjanna. Og þetta er þeirra svona atvinnu uppbygging, þetta er atvinnusetur og þannig að þau eru að vinna við vöruna, hreinsa, verðmerkja og flokka. Og þau ber ekki alltaf skynbragð á kannski eitthvað merki sem að fólki finnst vera merkilegt. Og ég man eftir sérstaklega einni konu sem fór hérna út með rosalega flottan Ítala-vasa sem hún hafði keypt á 150 krónur. Og þóttist vera mjög ánægð með það og var mjög ánægð með það. En þannig eru nytjamarkaðir, þú átt að geta gert góð kaup. Ólíkt góða hirðinum, þá eru þið náttúrulega ekki einingu sem selja hérna húsgögn og koma því á réttan stað. Heldur eru þessi krakkar náttúrulega að finna sér góðan stað hérna. Já, það er kannski það sem þetta snýst allt um. Það er það að þau komi hingað í virkni. Þeim er vísað af því að það er eitthvað í þeirra lífi sem er ekki virka. Og félagsþjónusturnar, bæði hér í Reykjanesbæ og Garðarsangeri og Vogum hafa staðið mjög þétt að baki okkur. Og við höfum mjög gott samstarf við þær og Vinnumálastofnun líka og þannig að krakkar sem lenda þessum aldrei á atvinnuleysisbótum þeim er vísað hingað oftast nær. Og þau eru hér bara í sinni, þetta er svona þeirra atvinnusetur, þau eru að taka fyrstu skrefin sem hver. Og við reynum að styrkja þau til þess og ég er í því að leita vinnu með þeim sem eru til þess bærir. Og það er gott atvinnuástand núna og við höfum oft verið með svona frekar fáa krakka því þau hafa útskrifast hratt. Þeir sem hafa komið til dæmis frá Vinnumálastofnun eru bara tilbúin að halda áfram leið að vinna gefst. En það sem skiptir öllu máli er það að við komum þeim út úr þeirri óvirkni sem hafa verið í virkni, í nám. Og það eru núna 3 sem eru í Fjölbraut með vinnunni hér, koma bara á milli tíma. Og ég hef svona umsjón með því að fylgjast með töflunni þeirra á hvort sem hætt og annað slíkt. Og við erum líka því hlutverki að eins og segja, leita vinnu og skoða svona hvernig þeirra líf er utan þess sem er bara hér. Og finna þeirra til dæmis áhuga hvöt og þá höfum við verið í sambandi við MSS sem dæmi, námsráðgjafana þar. Og þau hafa farið þar í raunfærni mat og verið á mjög skemmtileg verkefni sem heitir Gól. Þannig að við erum við erum vel tengd við það. Eru dæmi þess að krakkar sem hafa komið hingað hafa fundið sinn farveg og vegnað vel? Já, tvímælalaust. Það er bara sem dæmi, það útskrifaðist einn frá okkur úr menntastofu núna fyrir jólin. Ein er í háskólanámi, hún var í algjöru kyrrstöðu með sitt líf og Vinnumálastofnun greip inn í og hjálpaði henni af stað gegnum okkur.
og hún lauk námi og fór í háskólanám og svo eru bara mjög margir sem hafa farið gegn hjá okkur bara frá upphafi Fjölsmiðjunnar sem hafa farið út á vinnumarkaðinn og að standa sig vel, hafa náð bara fótfestu í lífinu. Það oft bara það sem þarf bara detta í virkni, bara detti það að fara að fætur á mótnar og koma sér til vinnu og svo náttúrulega eru launin kannski ekki há hjá okkur, þau launin alltaf hvati líka til þess að halda áfram.